Komið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fara í ferðavegagreiningu í tölfræði frá grunni og þetta er myndband númer 2. Og í þessu myndbandi ætlum við að skoða þann rithátt sem við notum í ferðavegagreiningu. Í ferðavegagreiningu notum við sérstakann rithátt þar sem að við táknum hverja mælingu með ypsilon, jóð. Þar sem hérna og jóð eru vísar og vísirinn táknar númer hópsins sem við erum að skoða, en vísirinn jóð er númerinn á mælingunni innan hópsins. Þannig að ypsilon, jóð er mæling númer jóð eða mæling á viðfangsefni númer jóð úr hópi Við notum A til að tákna fjölda hópa og við notum N til að tákna fjölda mælinga í hópi Svo er stóra N heildarfjöldi allra mælingana, sem sagt summan af N1 pluss N2 og alla leið upp í síðasti hópur númer NA. Við notum ypsilon, punktur með svona striki, sjáðu lárétta striki hérna yfir. Við notum þetta til þess að tákna meðaltali fyrir hóp Þannig að ypsilon, punktur með striki yfir, það er meðaltal allra mælingana í hópi og ypsilon, punktur er meðaltal allra mælingana úr öllum hópum. Það er að skýra aðeins betur á mynd að ef við tökum aftur tilbúna dæmi síðan áðan, þar sem við vorum með 3 mismunandi lyf og það voru hóparnir okkar 3, þá værum við með hér til vinstri allar mælingarnir í hópi 1 og fjöldi mælinga þar er þá N1. Fjöldi mælinga í hópi 2 er N2 og hérna væri A jafnt og 3, þannig að heildarfjöldi hópa er 3 hópar. Þannig að A okkar er 3. Ypsilon 1 punktur væri þá meðaltali fyrir hópi 1, ypsilon 2 punktur væri meðaltali fyrir hóp 2 og svo framvegis. Þetta var þessi ypsilon í jóð, þessar mælingar okkar. Ef við myndum númera mælingarnir hérna bara 1, 2, 3, 4, 5, þá væri þetta ypsilon 1, 1, ypsilon 1, 2, ypsilon 1, 3, ypsilon 1, 4, ypsilon 1, 5. Hérna verður ypsilon 2, 1, ypsilon 2, 2, ypsilon 2, 3 og svo framvegis. Svo lokum sjáum við heildarmeðaltali hér og heildarmeðaltali var táknað með ypsilon, punktur með svona láréttu striki yfir. Þetta var allt sem við ætlum að gera í þessu myndbandi.